Gott kvöldgóður áhörundur og velkomin að skjánum. Ingi Þór ég og hjá mér í kvöld. Daniel, velkomin. Já, góða kvöldið, takk fyrir. Ég hérna aðeins upptekinn akkurat núna. Ég að tjekka hvort það sé ekki örugglega allir að fara að mæta hérna í kvöld sem að það vantar ennþá 2 og ég vildi vera viss að það sé allir að mæta áður en ég starta þetta en við eigum alveg hörkureis framundan held ég alveg örugglega. Það verður spennandi kvöld. Ekki spurning, við erum komin hérna The Land from Down Under, komin til Ástralíu og þessi braut, hún legendary segi, þetta er einhvers svona gammal þjóðvegur eða eitthvað líka sem þannig sveitinnar sem var breytt í Kappakstursbraut. Já, sko, ég veit að það hægt að keyra þessa braut bara þegar það ekki keppnir á henni. Þetta er bara gata, sko. Akkurat, og mjög fræg braut, kannski einna þekktust fyrir Supercars keppni í Ástralíu. Þegar við keppa á Bathurst keppninni sem ekki 24 tímar, var það ekki 12 tímar. 12 tímar keppni, alveg rétt. En enga séu, trikk í braut. Já, og eins og þú segir að við erum með Rolling Stars, þú myndist á Supercars. Og Supercars með eina af þessum keppnum sem með hefðbundna bíla, ekki einhverja open wheel bíla, en með standing start. Já, algjörlega. Sko, Supercars, það aðeins meira downforce og svoleiðis heldur en í NASCAR, en alls ekkert langt frá því konsepti. Og næsta generation af NASCAR verður meiri áttina að Supercars, skilst mér. En vissulega, svolítið öðruvísi hvernig kappaksturin Supercars mjög mikið af svona brautum sem gerðar í bæjum eða borgum, svona streetbrautir og rosalega close kappastur. Þú sérð eiginlega engan kappastur sem eins rosalega jafnt barist og lítið á milli ökumanna fyrir þau eru alveg í skottin á hverjum öðrum í sumum beyjum. Það alveg stórkostlegt að horfa á þetta og tala ekki keppnir einmitt frá fjallinu eða Mount Panorama eins og brautin heitir. Þetta alveg glorious að horfa á þessa keppni. Já. Og það eins og þessi fræga setning sem oft sögð þegar kemur þessa keppni. Það fjalli gefur og fjalli tekur. Já, það nákvæmlega þannig. En þetta svona braut þar sem að þeir sem að æfa sig vel, þeim gengur vel. Og svo eru sko bílarnir sem eru góðir á flestum brautum að það ekkert einhvern veginn snýst oft við á þessari braut. Þannig að það er stundum svona eins og bílar sem kannski eins og til dæmis seinasta keppni sem við vorum með var Interlagos og Group 3. Það er rosalega gott að vera á MR-bílum þar. Svo erum við með þessa braut núna, Mount Panorama, og hér eru FR-bílar allsráðandi, sko. Þó að MR-bílarnir ekki lélegir hérna, sko. Ég ætla ekki að fara að segja það, en FR-bílarnir eru með efri höndina, myndi ég segja. Já, þau eru kannski sérstaklega á erfiðasta parti brautarinnar þegar þú ert að fara niður fjallið og ert að sigsakka á bremsunni smávegis, að þá gott að hafa vélina sem fremsta þyngdarpunktinn upp á að halda afturöndanum og láta allt annað fylgja. MR-bílarnir, þar að segja með bílar sem með vélina aftur í, þau eiga það til að geta mist afturöndan upp í látónum, en já, mun auðveldar í dag heldur en fyrir kannski 2-3 árum síðan, en það hefur handling á MR-bílum lagast alveg rosalega mikið í leiknum, en það var nánast ógerlegt að keyra niður fjallið fyrir 2-3 árum á þessum típisku MR-bílum. Já, nákvæmlega. En þetta eftir að koma í ljós, þessi braut, hún tekur á og það auðvitað að gera mistök og það auðvitað að fá skemmt, því að eins og við sjáum hérna á Hilmari sem að koma niður fjallið, hann að keyra í gegnum Olbón akkurat núna, síðasta krappabeygjan þú kemur niður, að já, þetta alls ekkert grín og það þarf óalítið
að fara úrskeiðis til að þú endi bara í vegnum og tapir miklum tíma. Já, nákvæmlega. Og það gerir það líka að verkum að það er mjög erfitt að taka fram úr á þessari braut á leiðinni upp fjallið og niður fjallið. Allir fram úr tökustaðinir eru eiginlega áður en þú byrjar að klífa brattan og þegar þú kemur niður mesta brattan. Og þú ertu náttúrulega með langa beinakafla, þannig að endahraði skiptir máli líka. Já, nákvæmlega. Og og það einmitt sko sem við helsta svona framúraksturskaflan í brautinni. Það eru náttúrulega þessi beinukaflar sem við varst að tala um, niður og upp fjallið. Og það sem er svo sérstakt við eins og kaflan, sérstaklega eins og langar að tala um beinakaflan eftir að koma niður fjallið, er að þú keyrir svona inn í smá aðlíðandi hægri beygju og það er betra ef þú ætlar að reyna að verja ytri línuna vegna þess að þá nærðu innri línunni í bara krappa vinstri brauðið strax og eftir. Akkurat. Þannig að það er svolítið trikki með þetta sko. Það segir hérna Svenni í chatinu, Barthus 1000 í október, það er 57 mínútna recap af keppninni á YouTube. Mæli eindregið með því að horfa á það, sturlað áhorf. Og það er alveg rétt hjá honum, það er alveg klikkað. Að maður skoðar líka hröðustu tímana frá Barthus þegar þeir eru að keppa hérna og eru í Superpole í tímatökunni. Þeir eru bara millimetra frá veggjunum og það er alveg rosalegt að sjá og beita bílunum á þessari braut. Algjörlega, það er alveg. Þetta er bara, þeir eru klikkaðir hérna in the land of down under. Nákvæmlega. The thunders from down unders. Já, nákvæmlega. Þetta er bara, þegar maður horfir á þetta og svo náttúrulega fyrir utan bara keppnina sem þeir eru með, það sem þeir eru með einhverja pick-upa sem eru bara hoppandi brautir hérna alveg þvers og kruss sko. Þetta er bara klikkun þessi þjóðarnar sko. En gaman að þessu, það verða til svona brautir sem eru svona skemmtilegar eins og þessi. Þetta er náttúrulega eins og ég var að tala um, þetta er bara götubraut en þetta er ekkert eins og hefðbundin götubraut sem að maður sé kannski eins og í formúluna sem að götubrautir sem að eru bara, þú veist, innan borgar sko. Þetta er bara svona götubraut á einhverjum svona sveita. Þetta er meira svona þjóðvegabraut. Já, nákvæmlega. Þótt þetta sé alls ekkert lítið að keyra slaufuna en þá er það öðruvísi braut. Hún er náttúrulega alveg einstök á sinn hátt, miklu lengri en það er einmitt svona þjóðvegabraut og það gefur oft svolítið svona öðruvísi væp að keyra þær brautir. Ekki spurning. Já. Það fyrir nú að styttast í hérna að maður fara að setja þetta qualifying að stað. Ég ætla að fara að restarta lobby eftir 1 mínútu, eða svona tæpa mínútu og svo bara 20:30 þá fara tímatökur að stað. Algjörlega. Nú, fyrir það sem að hafa áhuga á stigabaráttunni eftir þær keppnir þá er Hilmar Már í BC Racing, hann er með forystu 45 stig. Davíð Adams er annar fyrir Kalda Racing Team með 32 stig. Einu stig fyrir aftan hann er Hannes sem að keyrir fyrir sama lið, Kaldi Racing Team, 31 stig. Síðan eftir með einu stig fyrir aftan hann, Toppa Topson og með jafnmörg stig Hugo, þannig að sko stigin frá öðru sæti niður í 5. sæti eru, það er ekki náttúrulega 2 stiga munur þar á, 32 og niður í 30, þannig að mjög jöfn barátta frá öðru sæti niður í 5. sæti. Já, nákvæmlega. Og það er sko, og það er einmitt sko Haukur Ingi sem við varst að tala um sem er 7. sæti og Toppi Tops sem er í 4. sæti. Þeir eru ekki með í kvöld. Já, býtu Haukur, hann var ekki gott fyrir, hann vann síðustu keppnin Haukur en hann tók ekki þátt í fyrstu keppninni, þannig að hann er búinn að henda frá sér fríkeppninni sem að hann má sleppa. Þannig að það er alls ekki gott fyrir stigabaráttan hans að missa annarri keppni, en svona er þetta bara stundum. Já, ég þarf að restarta aftur sig. Það er eins og þessi vitlaus tímasetning.
Þannig að það eru 30 hringir, ég ætla að vera vissum með sem er rétta stillingar á tímanum hérna. Já, stilt að early dawn, þá resetta ég aftur. En það er Kaldi Racing Team sem leiði stigakeppnina, Big Sick Racing Team er í öðru sæti, Kraftvilla Racing eru þriðji, síðan er það Tractables, MS Racing, Arctic Retro Revand Racing og Lava Ramrod Racing í 7. Arctic MS Racing heitir það víst. Já. Og síðan er alltaf Lava Show, Gullfiskur, Arctic Iceland, Craft Day, Auto Center, Kraftvélar, GT Akademian og Kaldi sem að sponsa þetta tímabil og útsendingu og þökkum þessum fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn. Nákvæmlega. En klukkan er hérna orðin og þá ætla ég bara að fara að starta þessu. Það eru allir mættir og skráðir inn sem að taka þátt. Og þá byrja ég bara þessa qualifying. Það sem þetta vantar 3. Það vantar hérna Nei, það vantar 4. Nei, það vantar 3. Pusslas. Já, það vantar 3. Það vantar top of tops. Það vantar eins og við tölum án Haukinga. Og það vantar Steinar Sveins líka. En Steinar Sveins mitt mætti ekki í seinustu keppni heldur, þannig að ekki alveg klára á því hvað er í gangi þar. Það eru komin á stað og það er myrkt, en það er nú fljótt að birta til. Við byrjum snemma, þannig að það er ekki nema öðrum 3. hring, þá fer að virkilegur munur á þessu. En það brautir væntanlega svolítið kaldari núna heldur en svona gengur að gerist þegar maður er að keyra á meira yfir miðjan daginn. Það náttúrulega hefur áhrif á grip. Algjörlega, og það getur verið svolítið gott fyrir tímatökur út af því að þú byrjar ekki á því að sjóða dekkin á útrýnum, sko. Nákvæmlega. Þessi spurningum að zigzagga er hann á hit í þau frekar. Já, það er einhver lítið zigzag hérna núna. Við sjáum það kannski örugglega rétt í lokin þegar menn fara að vera mjög nálægt. Það er Hugo sem er fremstur á braut og verður fyrstur til að stökkva í fljúgandi hring. Hann er hér á Peugeot. Lensen við séð Peugeot á braut. Bara ekki Guffi og Kári síðast bara. Já, þeir voru allavega á bílum, ég man eftir því. Ég man ekki hvort að það hafi einhver tekið hann síðan. Held ekki, en það væri þá ekki 100 hættinni ef að maður færi með fleipur hérna í 400. skiptið í útsendingu. Já, nei. Þetta er að við eigum nóg inni eins og er. Við þurfum að ná honum Jóa með Björgvin Freyr dæmið það verður seint toppað. Sjáum hann hérna hefst klifrið upp fjallið hjá honum Hugo. Þröngbraut, mikið að zigzagandi vegum, skiptir miklu máli eins og hérna að halda sig í aksturslinjunni, leiða og fer smá út fyrir hana, þá vil bílinn tósaði lengra og helst bara út í steipuvegg. Þannig að skiptir miklu máli að ná apexunum, vera rétt staðsettur. Já, nákvæmlega. Þessi beygja sem maður var að taka núna er sennilega ein svo mikilvægasta fyrir mesta hraðan á brautinni, sko, að mínum mati. Það er sko að ná þessari beygju rétt að þú nær svo góðum hraða, bara það, sko. Já. Skiptir miklu máli út til þessari beygju sem maður var að koma, olnboginn, að fara snemma á gjöfina því að það er langur beinkafli framöndan,
smá beygir á honum en við köllum hann beinan því að þú var í botni allan tíman, hann byrjar að bremsa fyrir beina. Já, nákvæmlega. Og eins og þú segir þá bara að byrja að birta til núna. Það er bara lok annars hringur, það er nánast orðið bjart. Það virðist hafa gengið mistakalaust hjá honum. Svo sjá hvað tíma setur, síðasta beygjan. Mjög mikið af mörgum trikk í beygjum. Bara eins og þessar einföldu 90 gráðu beygjur fyrsta og síðasta beygjan. Þær eru samt frekar trikkið að keyra, einfaldar að lúka á pappír. Þá er það alls ekki auðvitað að ná þeim góðum. Jónægir kemur sér upp í fyrsta sæti í tímatökum. Og Hilmar með rosalega góðan tíma. Fyrstur undir 2:04. Það er nú 3,964. Það er tíminn til að toppa. Og það er bara hörku tími, sko. Já. Pínu líður í þessa beygju. Já, Hilmar. Hann fór inn í pitt. Mér fannst þess að hann væri að heyja á sér og þangað til hann var allt í einu kominn í pitt. Það útskýrði málið. Spurning hvort að hann hafi verið komið skemmt eða eitthvað svoleiðis. Við erum náttúrulega að vinna með heavy damage hérna, þannig að ef þú rekst aðeins utan í vegg og fær skemmt, þá ertu bara fastur með þessa skemmt og þá er langbest í tímatökum að hlaupa bara inn í pitt og ná hreinum hring aftur. Já, þessi hringur er annað 2 mínútur pluss, þannig að þetta er ekkert stysti hringurinn á tímabilinu, sko. Langt frá því. Nei, akkurat. Sjáum hérna hvort að Hugo bætir tímann sinn eða ekki. Hann er núna að fara að koma aftur inn á leiðinni í seinustu beygjuna áður en við förum inn yfir endamarkið. Sjáum hvort hann sé að bæta sig. Nei, ekki verið bæting, en vá, hvað þetta er konsistent hjá honum. Það munur hann 14 hundruðustu á milli hringja hjá honum. Sindri var að bæta sig, hoppar upp í 4. Davíð Adams hoppar upp í 5. Saman með Ársæl, hann er að koma í síðustu beygina. Nær hann að bæta sig. Ramrod Racing. Liðið sem gerði samning við... Já, hann hoppar upp í fyrsta, maður. Vel gert. Hæs. Þetta er hörkur hringur 2:37. Já, það er búin að vera hvíslað að mér hérna ónefndur maður að segja Aston Martin sé alveg stórkostlegur á sinni braut. Þannig að hann er að sýna það, hann Ársæll. Já, algjörlega. En Ramrod gerði mitt samning við Aston Martin fyrir þetta tímabil. Já. Kann að meta svona liðseffort. Já, og það hafði mikið að segja með þetta val hversu rosalega öflugur þessi bíl er á þessari braut, sko. Ég get alveg lekið því út núna, sko. Hilmar er ennþá í pitt. Það hlýtur að þetta fara bara að klósa þetta. Nau, Hannes, vá! 2:03.331. Já. Nissani náttúrulega, hann er náttúrulega all around þvílíkt öflugur bíl, sko. Já. Hannesið mitt, eins og við vorum að tala um á stigatöflunni þarna, þá er hann svona, já, hann er í 3. sæti núna. Hann fór upp 3 sæti eftir seinasta race, þar sem hann endaði í 3. sæti. En í fyrsta reisunu þá var hann einmitt að keppa 3. sæti líka, en lenti í stýrispilun og endaði bara frekar neðarlega svona miðað við hans standard. Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað hann gerir núna. Sindri var að bæta sig.
Ég tók ekki eftir því hvort hann fór upp eða ekki, ég held að hann hafi verið í 5. sæti. Já, Hilli líka bæti sig, hoppar upp í 3. sætið. Já. Þá fór Brynjar Péturskerið, hann bæti sig ekki. Hilli, ég bara að fylgjast með honum núna bara fyrsta sektor, þá hann að bæta þessum fjólublaðan sektor upp á 2/10, sko. Já, nú ættum við kannski að fylgjast aðeins með honum hérna, sjá hvort hann að halda þessu. Nú var hann að koma upp á fjallið en Ferrarín alveg einstaklega góður akkurat á þessum kafla sem hann að keyra núna. Ég að horfa á Hannes núna að fara yfir endamarkið, sjá hvort hann bæti sig. Já, 2:02.9. Kominn undir 2:03. Þetta rosalegur tími, sko. Þetta klikkaði tími. Og hann alveg með, sko, 700 á Ársæl sem í öðru sæti. Þeir eru komnir á síðasta hring. Nú að klára hringi sinn. Það sýnist Hilli ekki vera að bæta sig. Nokkur komnir í pit núna. Nei, Hilli ekki að bæta sig. Tjekka honum Hannes en að sjá hvort hann náðu að toppa þetta. Davíð Adams núna að fara yfir endalínuna. Næstur eftir honum síðan hann Jón Ægir. Davíð Adams bæti sig. Já. En 7. Jón Ægir kominn upp í annað sætið. Já. Vel gert. Já, Ársæll rifsar það á honum aftur. Það hart barist á topnum. Heldur betur. Þá það Hugo. Hann að koma hérna loka kaflan. Gretar hérna á grasblettunum að bíða eftir honum, sýnist mér. Hann snúið bílum, þannig að sjáum hvað Hugo gerir, hvort hann að fara að bæta sig. Hann bæti sig heilmikið, hoppar í 7. sætið. Vel gert. Hvað gerir Hannes? Kominn hérna á síðasta kaflan. Nei, hann bæti sig ekki. En enga síður toppar þessar tímatökur með glæsilegum tíma. Glæsilegum tíma, hálfri sekundu undan öðru sæti. Já, algjörlega. 2:02.9. Það engin skömm að því. Ársæll annar, Jón Ægir 3. Þetta verður eitthvað. Þetta verður spennandi keppni. Algjörlega, og hann alltaf mjög mikilvægt að, það rosalega gott forskot að vera fremstur þegar þú ert að klífa fjallið á fyrsta hring. Það getur oft verið svolítið mayhem svona í miðjum hópnum því að, þegar allir eru mjög þröngt að keyra saman á leiðinu upp fjallið, þröng braut, það ekkert að auðvitað í bransanum, það getur sagt ykkur. En Nei, nákvæmlega. Kíkum hérna á tímatökurnar, það Hannes sem toppað þær, Ársæll annar, Jón Ægir 3, Hilli í 4. sæti, Hilmar 5, Hugo 7, Sindri 7, Davíð Adams 8, Brynjar Péturs 9, Gretar G 10 og Gunnar Karlsson 11. Þar hafið þá 11 ökumenn sem eru á ráslínu og þeirra uppröðun fyrir keppnina. Þetta verður eitthvað. Já, Þetta verður, spennandi. Það spurti mitt í chatinu hvort að Svenni spyr hvort að Hannes hafi fundið eitthvað shortcut. Þetta bara, hann hrikalega öflugur ökumaður en Hannes, sko, og þetta kemur ekki óvart að hann nái þessu, sko. Aldrei þessu vandi ekki ein spá komin í chatið og
nú eru tímatökur búnar, þannig að það er eiginlega bara seint núna, þannig að Já. bara búhú. Gefið mér 5, segir Hugo. Ok, við leifum honum að taka þessa 5. Ég segir að hann verður að láta vita. Nákvæmlega. Og við setjum limit á hans seinasta lagi 21.50. Algjörlega. Það eru slettar 5 mínútur frá beiðinni 5 mínútur. Já. En já, það má búast í spennandi keppni en ekki spurning. Hilmar sá sem að leiðir tímabilið er 5. og Davíð Adams sem er annar, hann er 8. Þannig að fyrir þá sem er að vinna sér upp stig á toppmennina eins og Hannes sem situr í 3. sæti, þetta er náttúrulega lítið vel út. En þetta er náttúrulega ekki einu sinni byrjað, þannig að við skulum nú kannski ekki vera með gefa sigur ennþá, en vissulega góð staða fyrir Hannes að hafa helstu keppinautina ekki í skottinu og vera fremstur á ráslínu, því að algjörlega Það er einmitt þannig og svo er náttúrulega líka bara það sem við eigum eftir að sjá þegar við ert að, sko, það er eitt að taka tímatökur á þessari braut og það er annað að keppa á þessari braut, sko, út af því að þegar að menn fara að reyna kannski eitthvað framúrakstur á sketchy stöðum eða eitthvað svoleiðis eða eru í skítugu lofti fyrir aftan eitthvað þá kannski haga bíllinn sem aðeins öðru sig og þarft ekki nema aðeins rekast utan í vegg og allt í einu þverar brautina og þegar menn eru hérna með heavy damage þá já, þá getur það enda með ósköpum. Já, það hefur komið fyrir í alvöru keppnum á leiðinu upp fjallið að 2 bílar hafa farið saman og lokað brautinni og síðan bara 30.000 bílar bara stoppa. Það var bara sterti keppnin að nánustu bara nýtskilur. Það bara, já, það er margt gerst á fjallinu. Kengurur hoppaði yfir veginn og önnur dýr frá Ástralíu. Þetta er staður til að vera. Ég var í rosalega til að vera hann einn daginn með grill einhverstaðar í fjallshlíðinni að drekka bjór og borða mat og horfa á keppni. Þetta sé alveg yndislegur staður til að heimsækja. Já. Bara eini gallinn að það tekur asskoti langa tíma að komast þar þangað. Já, þetta er svolítið langt flug. Við talum ekki að þú vilt taka bíliðin með. Það er aðeins meira vesen. Segðu. Það er heldur ekkert óalgengt sko hérna þegar maður er að keyra seint á nóttinni þá er mjög algengt að sjá svona ástralsk lobby allir nývaknaðir þar að keyra. Já. Það er 2 mínútur í þetta. Já. Þannig að að gera nýta þessar 2 mínútur í að grípa sér eitthvað úr kælinum, koma sér vel fyrir, klára allar nauðsynja ferðir og gera sig hæpa hann upp fyrir klukkutíma reysing hérna á fjallinu. Þetta eru 30 hringir. Nákvæmlega, 30 hringir og já, það verður fróðlegt að sjá hvernig pissrætti verður hjá fólki hérna. Náttúrulega í neðri deildum þá erum við bara með hálfan tank í byrjun, þannig að það var í rauninni bara 1 stratt í boði og það var að byrja hard og svo taka medium. Þannig að það er margt í boði hérna í kvöld núna, alls konar möguleikar. En það fer að styttast í að ég ræsi þetta. Það er tæp mínúta. Þangað til að fresturinn hans Hugo er liðinn til þess að leysa hvaða vesen sem hann var með. Já. Skulum vona að þetta hafi ekki verið neitt Hugo-problem eða Huges-problem. Nei, nákvæmlega. Hann sagði að
1.50 væri flott, þannig að ég seti þetta bara af stað núna. Akkurat. Það er komið að því, krakkar, að fara að keppa. All right, let's do it. Vissulega líka kostur á rolling starti að vera ekki í miðri beygju þegar það er æst. Það getur gerst fyrir einhverja sem eru hérna aftar. Getur hugsalega verið í miðri síðustu beygjunni þegar að allt fer í gang. Það hefur komið fyrir mig, það endaði ekki vel, það endaði út í sandi. Já, það getur gerst. Það er komið tími fyrir hermi kappastur. Let's go racing, folks. Það er Hannes sem að leiðir, Ársæll annar, Jón Ægir þriðji. Það er góðu exiti. Rosalega exiti. Já. Það er góðu exiti og ekki nógu góðu exiti. Það var smá óstöður komandi út úr beygjunni. Maður sá það og það var allt sem Ársæll þurfti. Já, Ársæll strax komin upp í fyrsta sæti. Bremsar aðeins og seint þarna, en hann heldur þessu og ég allavega var búinn að fara yfir, bara strax í byrjun fór ég yfir dekkjavali hjá keppendum og Ársæll og Hannes, þeir byrja á medium. Okay. Allir fyrir neðan eru síðan á hard nema Gunnar Karels í seinasta sæti, hann eru medium líka. Okay. Þannig að það má búast við að Hannes og Ársæll skilji sig svolítið frá Jón Ægi og öðrum. Já, og hann fara Ársæll út í vegg. En slappi skemmt. Sparks are flying. Þetta er eins og að vera í rússíbana að keyra þessa braut, sko. Maður er alveg on the edge. Það er bara, ég er að fylgjast með slaginu þriðja sætið, þeir eru bara 5 í halarófu niður fjallið. Jóna er að þurfa að verja alveg svakalega gegn honum Hilla. Jóna náði betra exiti. Hannes í skottinu á Ársæli. Ekki nóg nála til að reyna framalastur. Saman með Jón Ægi og Hilla. Það er spurning hvort að Hannes nýti ekki bara tækifæri núna. Hann er náttúrulega búinn að sjá það að Astonin, hann er svolítið þyrstur á bensín. Þannig að Hannes geti mögulega nýtt þetta tækifæri, bara verið hangið í kjölsoginu og spara bensín. Já, akkurat. Er hann svolítið fyrir sópan, Astonin? Hann er svolítið þyrstur náttúrulega með 12 sílindra, þannig að... Svona við sýljum við að hafa þetta, sko. Já, sér að Ársæll Astonin er með sem sagt, já, tvöfalda Nissan-vél í rauninni. Já, svo er því. Þetta skemmtilegar frumur í honum. Já. Þétt ekið hérna allt frá þriðja niður í 5. sæti, 7. sæti, þéttur hópur. Jón Ægir leiðir Hilla, sem eru Hilmar, Hugo, Sindri, Davíð Adams, Brynja Péturs, Gretar G og Gunnar Karelsson. Það ætlaði hann að byrja við, engin misstök, hvað nú? Hilmar er komið skemmt, hann hefur rekið utan í einhvern vegg, sá hann skrika svolítið á leiðinni niður í fjallið. Sjáum hvort við náum þessu í endursýningu. Já, hérna fer hann út fyrir og bara rétt svo sleik í vegginn, þetta var nú ekki mikið en nóg var það. Já. Þetta er það sem ég var að tala um. Það þarf ekki mikla snertingu við vegginn til þess að bara, já, lenda í skemmt og þegar við erum með þetta heavy damage í fyrstu og úrvalsett, þá er það bara svo rosalega dýrt. Já,
Nefnilega. Sér það Hilmar núna, hann fer bara beint inn í pit, sko. Já. Breytt plan, farin inn í pit, skipt dekk og vona að það komi vel út. Já, hann allavega kastar af sér þá hörðu dekkinum og þarf ekki að taka þau meira. Það spurning hvað hann reynir að gera. Það getur vel verið að hann reynir samt að taka annað stitt með hörðum og taka færi pitstop í staðinn, en já, það er aldrei að vita. Það finnst ekki vera mikið baráttum núna. Þetta svona, hann að settlast kappaksturin, Hannes ekki að pressa mikið og ég held að menn séu svolítið bara að keyra sig líka í gírinn, sko. Skiptir miklu máli bara að komast í góðan rytma og það oft pínu svona stress á fyrstu hringjunum. Já, það er rauninni helsti slagurinn núna Gunnar Karels að sækja svolítið vel á Gretarinn upp á 9. sæti. Já. Það virðist vera helsta baráttan akkurat núna. Mercedes versus Porsche. Komaði niður mest trikki kafla brautarinnar. Hérna þarf maður að vera mjög lípur á bremsinu, skulum við segja. Dansa á línunni. Það er góða exit af Gunnar. Sýnst Gretar hafa náð fínu exiti líka. Ég held áfram að fylgjast með og spóla á meðan þú getur fylgst með slögunum. Lítur hún aðeins á innlínuna, ekki nógu móðoklega að fara fram úr Gunnar. Sittum um borðið hjá honum núna. Hann er að gera Porsche. Pínu vítt. Sindri kominn rosalega nálægt Hugo líka upp á 5. sæti. Þeir eru báðir á hörðundekkjum, þannig að í þessari baráttu þarna niðri þá er það hann Gunnar Karel sem hefur dekkjaforskotið á medium dekkjum. Og hérna erum við að sjá Gunnar Karel, hann er bara komið við hliðin á Gretar. Gretar þarf að fara svolítið á innri kantinn, en já, hann slæri Gunnar kemur fram úr. Næs, vel gert. Það var svolítið svona Gretar að gefa þetta eftir, hann hefur áttað sig á gripmismununum hjá þeim. Algjörlega, sko, sjá hvað þið fá mikið endursýningu að þessu. Sjáum við koma henni upp fjallið. Gunnar fyrir ekki fast á eftir honum. Klárlega með smá meira pace akkurat núna á mediumdekkjunum. Sérstakur stað til að fara fram á, en já, það er rétt sér. Það er eins og Gretar ákveði bara að gefa honum þetta. Það er líka heldur ekki alltaf sem að borga sig að berjast. Stundum það bara hugsa eins og marathon. Já. Það er eins og það er oft sagt að keppni sigrast ekki á fyrsta hring. Nei, klálega ekki. Og þú getur svo sannarlega tapað þeim á fyrsta hring. Já, það er mjög einfalt. Skemmtilegt hljóði í nýja ferðinni. Já, mjög gott hljóði hérna. Líka barna hérna áfram. Það er Sindri að pressa Hugo. Peugeot versus Lexus. Svo rétt fyrir aftan þá er Davíð Adams og Brynjar Péturs í baráttu.
Brynjar sem að pressa á Davíð. Já, ég svona skoða núna á toppnum hérna, það bara ennþá þetta sama bil 1,3 sekúndur á milli Ársæls og Hannesar. Þetta svona bíli svona rokkandi milli 1,1 og 1,3. Það virðist vera að Hannes nái alltaf að minnka bilið niður fjallið og síðan upp fjallið þá nær Ársæll bilinu upp aftur. Það reynslan sko, reynslan niður fjallið. Já. Gæti verið sko. Ég tók einmitt eftir á fyrsta hring og hjó ég eftir hvaðan mér fannst að vinna mikinn tíma upp akkurat á erfiðasta bremsukaflanum. Þetta er rosa trikki beygja og það þarf mikið vald á bremsunni til að fara hana mjög hratt. Þú getur grætt mikinn tíma hana á sama tíma og getur tapað alveg helling sko. Og það kemur bara með reynslunni á fjallinu. Þessi braut svona love it or hate it svolítið fyrir marga. Þau sem að setja tími í hana og læra að flæða með henni og þau fara að fíla hana, en það getur verið rosalega erfitt að elska þessa braut til að byrja með. Við vartum að læra það. Slut bara að horfa það þannig. Já, nákvæmlega. Núna, heyrðu, hvað gerðist þarna? Já, heyrðu, Gretar hann bara bremsaði til að hleypa Hilmari fram úr fyrir bremsukaflan. Já, ok. Þetta hefur verið eitthvað liðskipan að hleypa Himma án vandræða. Himmi náttúrulega mediumdekkjum, Gretar á harddekkjum. Hilmar á mögulega með hraðasta hring. Já. Fyrir að við fengið í tímradíónu beinum liðskipan. Nákvæmlega, það eins og er talað í kommentunum að Bísik með eitthvað flottasta race engineer teimi sem finnst, segir hann Big Fat Racing, hann Jóhann. Já, það eitthvað. Þeir ættu kannski að hafa samband við Ferrari og reyna að landa jobbinu fyrir Lewis og verið svona vandræði með Silgur í fyrra. Það er verðt að kíkja núna á 8. og 7. sætið. Brynjar Péturs að sækja vel á Davíð Adams. Mjög stutt bil á milli þeirra núna. Spurningum að hafa líka auga á fyrsta, það voru orðið svolítið nálægir þar. Já, ég skal fylgjast með því, ég skal segja þér ef þú þarft að skipta yfir. Akkurat. Davíð smá óstöður í olnboganum. Þeir eru mjög svipaðir af stað, Ferrarín og Porschen finnst mér, en svona þegar það koma upp brekkuna þá byrjar Ferrarín að tosa svolítið í Porschen, hann með betri endarraða. En hann samt ekki nógu nálagt eða hvað, þið sjáu hérna, sér hvað nálgast núna. Á þessu tímapunkti Ferrarín töluðu hraðari. Já. En það bara aðeins og seint. Maður þarf að vera mjög nálagt til að nýtast þeirra. Já, ég að fylgjast með toppsætinu. Það þessi fyrsta beygja sem að Astonin, hann stingur bara af í þessari beygja. Hann nærir henni svo rosalega vel sko. Og upptækið á hann náttúrulega líka, það er rosalega gott að bara bilið aftur komið upp í sekund. Já. Það þarf helst að ná það góðu exiti sko, að maður sé eins og bara á þegar hann tók fram úr Hannes á hann að maður þarf helst að vera búið með framvarasturinn áður en hún beygir og byrjar að fara upp fjallið, því að eins og það hefur oft sýnt sig í keppnum í gegnum árin að þetta er ekki beygja sem hún vill fara hlið við hlið í, því að ytri línan hún er agaleg með innlínuna og það kannski liggur í því hvernig malbikið liggur á brautinni. Hún bognar svona inn á við þannig að þú hefur svona smá kamber sem nýtir gripið, en ef þú ferð út fyrir línuna þá er eins og brautin hallir frá þér og þeim minna gripa á ytri dekkin og svo náttúrulega ekki sama gripið að því hún er óhreinni og ekki
ekki aksturslínan, þannig að ytri línan bara hefur sérna að virka en mjög riski. Já. Við kannst ekki gera það nema á síðasta ring. Já. Ég var að kíkja hérna aðeins yfir listan. Ég sé að Hilmar núna kominn alveg í stuðarann hjá Gunnar Karels. Gretar komið skemmt á bílinn. Þannig að það allt að gerast hérna fyrir neðan líka, sko. Já. Side by side. Nú hefur Hilmar innri línuna í næstu beygju. Já, þetta bara komið. Þetta bara komið, það bara svoleiðis. Og það aftur hérna bara endurtekning frá seinasta hring að Hannes var kominn niður í þessa 0,7 á Ársæl og svo eftir fyrstu beygina bara bilið aftur komið upp í sekúndu. Sko, dekkjasliti hjá þeim bara eiginlega nákvæmlega eins og ég sé að bensinni hann að slíta örlítið hraðar en Ársæl. En það mjög svipað hjá þeim en núna Hannes kominn mjög nálægt honum. Já, það ekkert rosalega mikið munur á bensinunni hjá þeim, aðeins meira hjá Ársæli. Já, það náttúrulega að segja, alveg bara mjög svipað, sko. Ég var ekki vissum hvort það væri að tala dekk eða bensín, þú notaði orðið slíta. Já, sagði ég það? Já, þetta... Það að slíta bensíni. Já, ég byrst forlátt á því. Já, þessi bíl drekkur alveg dekkin, sko. Já, nokkulega. Já, sjáum bara, sko, bílið komin niður í hálfa, það var rúmegin, hann bara á þessum kafla niður fjallið. Hann alveg að taka hálfa til heila sekundu bara á hann, sko. Já, núna Hannes komin í kjörstöðu til þess að reyna framúrakstur ef hann nær kjölsóinu. En nei, Ársæll, það þetta tóg í þessum Aston sem að gerir svona framúrakstur á þessum kafla erfiðan, sko. Aston Martin Power maður. V12. Það eins og margir hafa sagt, there is no replacement for displacement. Nákvæmlega. Það reyndu bara að ég með 6 sílindri meira en þú. Já, hann mjög nálægt hann núna, fylgjast með fyrstu beyginni sem við erum búin að vera að tala um. Bilið 0,8. Það var Jóna inn í pitt. Herru, Hannes náði actually betra axið í þetta skiptið. Já, ok. Hann var ekki alveg hreinn út í beyginu en Ársæll. En enga síður, hann langt frá því að vera nálægt til að reyna eitthvað, þannig að... Já, þetta að næsta sem að Hannes hefur verið í byrjun hring sýttu svolítið langa tíma, þannig að núna gæti verið hringurinn hann sem að hann getur fara að gera allir, sko. Já, þetta snýst rosalega mikið fyrir Hannes að ná olbúanum svo síðasta krappa beygjan hún kemur niður fjallið, að ná henni vel með góðu exiti því að sko á þessum tímapunkti rosalega lítið sem getur gert sama hversu mikið hraðar hann þú veist, hann getur náð honum en hann ekkert að fara að vippa sig fram á þessum tímapunkti, þannig að besta sem hann getur gert að halda pressunni og vonast bara til þess að pressa hann í mistöku síðustu beyginu því að kaflinn eftir það helsta vonan hans. Já, það geti verið að fara að koma hér, sko. En ég ætla að svona smá fregnir frá pittunum, en það eru náttúrulega nokkrir búin að fara í pitt. Jóna Davíð Adams, Brynjar Péturs og Gretar G. Haag. Brynjar Péturs tók eftir því að hann fór inn í pitt og hann með skemmt framan og aftan. Já, ok. Þannig að hann hefur lent í einhverju sem við höfum mistað af. Klárlega. Já, ég sé að Ársæll hefur betra exiti hérna út úr beginni undan beginakaflanum, þannig að það var nú ekki úr þessari framúraksturstilraun, möguleika framúraksturstilraun hjá Hannesi í þetta skiptið. Já, þetta ef þú ert með bíl sem með góðan endarhraða og gott upptók, þá rosa erfitt að krakka kóti á þessari braut. Já, og það akkurat núna þetta eini slagurinn í brautinni. Það langt á milli allra aðra ökumanna. Þannig að það engin skömm að því að horfa bara á þetta fyrsta sætið. Nei, alls ekki, sko. Það bara... En ég verð hérna spólandi að neðan til þess að láta vita ef eitthvað gerist. Algjörlega. Ramrod Racing
leiðir þetta Hannes og Kaldi Racing Team í öðru sæti. Þetta baráttan. Gott bíl fyrir Ársæl núna, heldur þessu í rúmri sekundu. Skulum fylgjast með því sjá nákvæmlega þegar að Hannes vinnur upp tíman aftur. Á leiðinu upp fjallið, það aukast, það kom í 1,3 tæpar. Nú fara þær að fara niður. Það rétt rúm 1,1 þegar byrja að fara niður. Já, Ársæl fór hann aðeins utan í vegginn. Já, tapa tíma því, sjá að komin í hálfa núna, hann bara búinn að ná honum, þessi mistak kosta. Þetta rosa góð stað til að vera hraður á þegar þú ert í forystu, þannig upp á fjallinu. Já. Þú getur búið til bil og þarft ekki að hafa áhyggjur af þeim á beinuköflunum að vera að pressa þig, en ef að þú ert í öðru sæti og ert að reyna að fara fram úr, þá getur það verið pínu pirrandi að vera stökk. Já, algjörlega. Núna Ársæl aftur náði töluvert betra exitið hérna niður fjallið. Það hlýtur nú að fara að styttast í það að þeir fari að pitta fyrir fresh deck, sko. Þeir eru svolítið slitinn hérna báðum. Hannes kominn í pit, það bara undercut. Já, það undercut tilraun hérna. Erum við að tala 10-10-10 þá í pitstrat? Já, ætli það ekki. Mér finnst það líklegt. Og hérna fara Hilli og Hugo inn í pit líka. Já, það greinilegt að menn eru að hugsa svipaða hluti hérna. En sko, það alveg, hann á alveg inn í hring til 2 í viðbót, hann Ársæll á dekkjunum, en track position á þessari braut gríðarlega mikilvægt, eins og við erum búin að horfa upp á. Já. Og ef að Hannes getur undercuttað þetta, að þá gæti það gert góða hluti, því að sko, eins og ég segi, sko, það miklu auðvelt að Hannes eða? Nei, hvað Hannes núna? Hann kom hérna út í 3. og misti Hilmar fram á sig hérna bara hlið við hlið, sko. Hannes fór aftur á medium-dekkin, Hilmar slær af hérna. Já, sko, fá endursýningu á þessu eftir. Ok, en hann allavega komst fram á honum aftur. Þannig hann hefur góða auðabraut núna til að vinna upp tíma. Já, sem ég ætla að segja, það er auðveldara að halda mönnum fyrir aftan sig á lélegum dekkjum heldur en að vera fastur fyrir aftan á góðum. Já, það er alveg svoleiðis á þessari braut. Við fáum endursýningu á því það að Hannes kemur út úr pitnum. Sjáum hérna nýkominn inn á beinakaflann. Hilmar með meiri keislu, fer utanverðu. Hannes með innri línuna, það er sem að bjargar honum. Línan erfið hérna. Mjög heiðarleg tilraun, en Hannes náði að verja þetta. Skiptir miklu máli fyrir hann. Mjög krúsjál. Já. Upp á að láta undercuttið virka. Þá Ársæll kominn inn. Sjá hvað hann gerir, hvort hann fari á hard eða medium. Nú er þetta spurning, þetta eins hringja munur hvernig það fer í pit. Það er spurning hvort að þetta dugi Hannesi. Hann tafðist nú ekki mikið á Ársæli ef eitthvað, þannig að... Nei, já, hann Hilmar minnur. Nei, ég er að meina, nei, Hannes gerir mistök! Hannes gerir mistök! En hann heldur, náði að bjarga sig en hann tapaði tíma. Verður þetta nóg? Já, hann komið fram á Ársæli. Já, rétt hafði þetta. Ársæll kemur út 4. fyrir aftan Hilmar. Það er Sindri sem leiðir núna, hann á eftir að fara í pit. Þannig að undercuttið virkaði heldur betur. Ársæll tók samt töluvert meira bensín heldur en Hannes. Já,
Það hefur Þannig að það er spurning hvort verið, að, já, getur verið að hann eigi þá inni fyrir styttra pitstop þegar þeir fari yfir á hardekkin, sko. það gæti verið. Það hefur sannlega bjargað honum því að þessi mistök hefði hugsanlega getað kostað hann það að missa Hilmar aftur fram úr sér og klúðra undirkastinu, en þetta lítur vel út fyrir hann eins og staðan núna. Flott 3 bíla barátta hér. Hilmar búinn að blanda sér í baráttanum toppinn. Já, Hilmar það er alveg... Hann náttúrulega fór snemma í pitt út af skemmt, þannig að það kannski ekki alveg... Já, en það þýðir að hann þarf ekki að taka hardekk aftur. Nei, reyndar ekki. Hann þarf væntanlega að taka einu pitstoppi meira í viðbót. Já, ekki nema hann keyri mediumdekkin alveg út og taki síðan bara hard út reisið, veit ekki hvort hann náði því samt. Ég alveg kláraði hversu lengi hardekkin endast. Þá fer Sindri inn í pitt. Þá er Hannes bara að sigla inn í fyrsta sætið. Já, heldur betur. Gæti farið að styttast í að Hilmar hendi sér aftur í pitt. Þess að við sjáum hérna dekkin og bensín, þá á hann ekkert mikið eftir. Mesta lagi 2 hringi. Myndi ég halda. Já. Helgilega. Já, hann er kominn að ljósið sig. Já, það kom ekki bara inn í lok þessa hring. Jónægir í 4. sæti hérna, 7 sekundur í Ársæl og 7 sekundur í Hilla fyrir aftan hann, þannig að hann er bara 1 síðliðs að rúnda. Hilli með rúma sekundi á Hugo. Og Sindri 0.8 á undan Davíð Adams. Já, Sindri nýkominn úr pitt á glænýjum mediumdekkjum. Og fyrir ykkur 28 sem eru að horfa, ekki gleyma að smella thumbs up á vídeóið. Það kostar ekkert. Það er ennþá málið. Núna er Ársæll að sækja svolítið vel á Hilmar á bakstreitinu hérna. En þetta undercut virkaði ekkert smá vel fyrir Hannes. Hann er núna 3 sekundum á undan Ársæli. Já. Það fyrir Hilmar í pitt. Þrjár sléttar í fyrsta sæti. Spurning hvort hann er að vinna þetta upp. Nóg eftir, við erum að 15, tæplega hálfnuð. Keppnin. Núna er... Snýst þetta við þegar að þeir fara á hörðudekkin. Hannes og Ársæll er náttúrulega báðir eftir að taka hörðudekk. Já, það er nákvæmlega þannig. Það er hérna núna Gretar að fara að sækja á Gunnar Karel seinasta sætið. Náttúrulega Gretar er á mediumdekkin, Gunnar er á nýjum harddekkjum, þar sem hann byrjaði á medium. Þannig að við hljótum að fara að sjá framúrakstur þar fljótlega. Setjum sem borð hjá Gretari. Komið hérna í skotti á Gunna. Klárlega með betra grip í gangi. Með góðu exiti. Gunni hlýtur að taka hægri línuna hérna og verja. Já, hann plantar sér í varnarlínu, býður honum ytri línuna.
skynsamlegt hjá Grétari. Eins og við sjáum sko, þegar maður situr borðið í bílum hérna að fara upp fjall. Nei. Æjæjæjæjæjæ, þá hann komið skemmt. Öss. Þá er mér endursýning á þessu. Kemur hérna. Krökkubeina Grétar. Missi bílinn aðeins hérna. Öss. Og fær skemmt. Ekki það sem við viljum sjá. Þetta er fjallið að taka. Heldur betur. Fjallið gefur og fjallið tekur, það ætti víst. Það er rosalegt hvað þessi tími er að rokka hjá Hannes og þeim sko, bara Já. á beinakaflanum komandi undir síðustu beygju þá var 3,6, nú er það 2,7, það er bara sekúnda farin þarna, þannig að þeir eru klárlega með sína staði á brautinni sem eru að skila þeim góðu. Algjörlega og Ársæll setti hérna fjólubláan fyrsta sektor, þannig að það er spurning hvort að hann sé komin á eitthvað ról núna að elta Hannes uppi. Þessi borði á Hannesi og sjá eða fara niður fjallið hérna. Þetta er náttúrulega, þetta er ekkert grín. Þetta er rosalegt. Og hérna er erfiðasti bremsukaflinn. Þetta strjúka bremsuna, ekki of mikið. Vel gert hjá honum, virkilega vel leikið hjá honum Hannes. Hérna koma þeir í síðustu kröppubeygina fyrir beinakaflann, kalluð olboginn. Hérna skiptir miklu máli á góðu exiti sem hann gerir. Virkilega flott ekki hjá honum. Já, sem það Hannes tók bara næstu í sekundu á Ársæl bara á þessum kafla á leiðinni upp og niður sko. Já. Nefnilega sko. Og það eru 9 sekúndur í Jóna í þriðja sætinu frá Ársæli. Og 6 sekúndur, tæpar 7 í Hilla í fjórða sætið. 2,8 frá Hilla í Hugo. 2,8 frá Hugo í Sindra. 2,6 frá Sindra í Davíð. 10 sekúndur frá Davíð í Hilmar. 9 sekúndur frá Hilmar í Brynjar. Og 12 frá Brynjar í Gunnar. Og svo 5,6 frá Gunnar í Grétar. Þannig að eins og við sjáum þá er enginn að verjast í Evrópíkinu. Nei, það er alveg langt bil á milli allra manna hérna. Já, en baráttan er samt ekki búin, sko. Þetta getur Nei, baráttan er ekki búin, sko. Klálega ekki. Að spjalla ensku hérna í tjattinu, það er greinilega komið útlenskir áhorfendur. Það er að selja þeim íslensku seríuna, vel gert. Já, það er alltaf gaman að fá alþjóðar áhorfendur. Algjörlega. Já, það er akkurat á þessum tímapunkti er rosalega lítið að gerast í reisinu, þannig séð. Það er bara bilið á toppnum er komið upp í 4 sekúndur og Ársæll er búinn að draga aðeins á Jónæri líka. Það er komið upp í 11 sekúndur bilið þar, þannig að þeir eru svolítið að draga sig áfram, að draga sig burtu frá þessum hóp hérna fyrir neðan, Hannes og Ársæll. Og Hannes þá ennþá meira heldur en Ársæll. En svo er þetta bara þessar 2 sekúndur á milli sem er held í stysta bilið hérna á milli Sindra og Hugo.
En það allir bara vel plantaði núna að, já, keyra bara sitt besta reis. Það náttúrulega mikilvægast í þessu að vera ekki að snúa bílunum, keyra á veggi, fá skemmdir, allt þetta. Eins og við sáum náttúrulega nokkrir hérna búnir að vera svolítið óhefnir með það að lenda út í veggi og fá skemmdir og það hefur kostað, eins og við sáum Hilmar, kostaði hann hérna bara detta bara í ákvað öðrum hring niður í seinasta sæti. Hann núna búinn að byggja það svolítið vel upp, komin upp í 8. sæti núna. Þannig að hann á 1 pitstop eftir væntanlega eins og allir hinir, þannig að hann alveg búinn að bjarga þessu reysi aðeins. Það er fróðlegt að sjá hversu ofalega hann nær að enda eftir þetta, en hann náttúrulega á ekki eftir að taka harddekkin. Eins og staðan er núna, þá eru bara 2 sem eiga eftir að taka hörðudekkin. Það eru Hannes og Ársæll. Já. Sem eru í toppslagnum. Þau fara að verða allavega eins og með Hannes sko, þá held ég að þurfa ekki að hafa miklar áhyggjur af því, þú veist, það er spurning sko, hann má búast við 7 sekúndur hægari á hring cirka bát þegar þeir fara á hörðudekkin með alveg það sem eru fyrir aftan sig. En bilið frá Ársæl í Jóna í 12, þannig að sko þetta... Já, og það er að auka svolítið hratt sko, það var 11 bara á seinasta hring. Já, og sko smástund hérti að Hannes verið að auka bilið, en svo er það komið 2,5 núna aftur, þannig að þetta er rosa jafnt. Þetta er bara, þetta jójóast svo mikið í hafðum, hann á topp 2. Og það er ekki nema bara ein smá mistök, þá eru þau bara komnir stuðara í stuðara, þannig að... Já, og það er líka gaman að skoða hérna eins og hringtímann hjá Ársæli. Bara seinustu 3 hringir hafa verið 2:048. Þannig að hann er búinn að vera rosalega konsistent með hringina hjá sér. Það er hins vegar ekki alveg búinn að vera eins konsistent hjá honum hérna Hannesi. En það sem verður líka að horfa á er að þegar þeir fara að pitta á eftir fyrir hörðudekkina, þá er Ársæl ennþá með töluvert meira bensín. Já, það geti vissulega skilað sér heldur betri miðum því að það tekur tíma þetta bensín og bilið er búið að minnka núna, það er komið undir 2 sekúndur, þannig að Ársæll er að vinna á. Þetta geti farið að lenda í baráttu hjá okkur. En það má ekkert út að bregða. Það er nákvæmlega svolítið. Spilið í Jóna er komið upp í 13, þannig að Ársæll er að ná að taka þessa sekundu á hring á Jónair sem að hendar mjög vel fyrir hann þegar hann þarf að fara að taka hörðudekkin. Já, hann er klárlega af nálgast hann sko. Já, hann hafði rosalega góða exiti hérna núna. Það setur smá pressu á Hannes. Klárlega. Þú ert engan veginn safe með 2 sekúndur og 13 hringi eftir, eða 12 hringi eftir. Nákvæmlega. Það er ekki nóg til að slaka á og fara að keyra rólega. Komið inn í 1,4 eða 1,5. Ég er núna að fylgjast með, ég sé að það var framúrvöxtur hérna fyrir neðan, hann Brynjar Péturs var að taka fram úr Hilmari. Ég fóru verið með skemmtiðin eitt svoleiðis, en ég er ekki alveg klárað í hver skýringin er þessu. Hilmar bara hægir á sér hennar sko. Já. Hann er ekki með skemmt, en hann klálega hægði. Það er spurning hvort hann hafi verið að lenda í einhverju stýrispilinu eða eitthvað svoleiðis. Svo er núna Sindri farin að sækja rosalega á Hugo upp á 5. sætið. Það er undir sekúndu á milli þeirra. En á sama tíma er bilið bara að fara að detti að vera svipað á milli Ársæls og Hannesar. Þannig að það er, maður veit ekki alveg hvar maður á að vera að horfa fyrir núna. Hilmar er að koma inn í pit.
hann það er nóg eftir að dekkjunum, nóg eftir að bensíni, hann ekki skemmtur. Hvað í gangi? Það hefur eitthvað klikkað í honum. Við þurfum Hvort það sé... fá aðra endursýning á þessu. Fylgist með, já, hann klárlega slær á og hleypir hún fram með sér. Hann að láta sér renna hérna niður brekkuna. Ok. Við þurfum að fá einhverja útskýringar þessu. Já, þetta lyktar mikið eins og einhver stýrispilun. Já, gæti verið. Það er aldrei að vita nema að koma einhver í spjallið og upplýsa okkur hvað er í gangi. Já, spurning hvort að liðstjóri eða race engineer hjá BSIC Racing Team getur skúpað okkur eitthvað. Já, Hilmar er allavega bara kyrrstæður í pit núna. Hann er ekki einu sinni búinn að taka dekk, þannig að það er eitthvað í gangi þarna, sko. En ég sýnist þetta allt vera að stefna í hörku barðaðinum fyrst sætið og stutt í pitstop þegar einhvern veginn eflaust að keyra mediumdekkin eins lengi og geta áður með að fara yfir á hörð. Jóna er í pit. Jóna í pit, já. Sko, já, hann er sá minni dekk og minna bensín eftir. Og sko, það er ekkert garantýr á einhvern undercut þegar hann er að fara yfir á hörður ef ásetningur hringa medium í uppbót. Það er ekkert víst að það sé að fara að skilja hann einu. Nei, nákvæmlega. 1 sekundu bil hjá þeim núna. Ásett sækir, hefur góða gulrót fyrir fram að sig. En Hannes hefur alltaf verið þekktur fyrir að vera mjög hraður á toppi fjallsins. En það sá við bilið aukast 0,6 bara á þessum stuttakafla sem við erum að horfa á. Þriðja sæti, Hugo 4. Sindri 5. Það er ekki langt á milli þeirra. Þetta geti endað í 3 bíla baráttu þriðja sætið. Já, þeir hljóta nú að fara í pit eftir þennan ring þar sem að þeir eru báðir á ljósinu. Já, ég tók einmitt eftir í með og sagði þetta. Nema Sindri kemur til með að keyra lengur, hann á miklu meira bensín og nóg að dekkjum eftir. Hannes fyrir pit en Ársæll heldur áfram. Já, ég átti von á því að nóg eftir að dekkjunum hjá honum og hann átti miklu meira bensín. Og ég er ekkert viss að þetta virki sem undercut falandi yfir á hörð, sko. Nei, það er alveg rétt. Það er alveg möguleiki, sko, en ég sé að það er eitthvað sem kom hana út úr pit rétt á undan honum Ásali. Hver er það? Þetta er Grétar síðan já, Grétar, já, hann er með blátt flagg á sér. Þannig að hann verður að víkja ef að Ásæll nær honum á leiðinu fjallið. En sko, svo er eitt í þessu, það er alltaf eitthvað sem að Ásæll hefur í hugmyndum. Það er eins og bensínstaðan. En hefði farið í pit á sama tíma þá hefði hann getað hugsanlega unni meira tíma upp bensínlega séð þegar fyrir að taka minna bensín heldur en að taka auka hringinn og vera með svipa bensín hringi seinna, þannig að hann eiginlega tapar pínu þessu forskoti. Samt ekki að hann þarf að taka hring minna af bensíni. Já, það er enda fer alveg í báðar áttir, þú segir það, sko. Þú veist það skullar. Já, ég veit ekki, en já. Þetta verður spennandi að sjá hvað gerist þegar hann kemur út í pittinum. Hannes er hérna bara akkurat núna 35 sekúndum fyrir aftan hann. Þannig að hann var með cirka 1,5 þegar hann fór inn á hann.
Þetta verður spennandi, það er rauninni, það er allt að sjá núna. Nú er loka spretturinn að hefjast. Sjáum hérna Ársæll bíl að fara að dömpa sér inn í pit sem hann gerir. Trikki að fara inn í pit á þessari braut. Þetta er eitt af þessum pit exitum sem maður þarf að, entries sem maður þarf að æfa. Ef þú ferð óæfður að keyra inn í pit á þessari braut fyrir mestu líkur að þú endir út í sandi. Já, algjörlega. Það hefur komið fyrir menn að sko koma það ákveðnir í pit að þeir fara í sandinn á vegg og svo eru þeir resettaðir á startkaflanum. Já, og þá þarf að taka auka hring. Já, og þeir kannski hafi ekki einu sinni bensín í það. Ársæll er að dæla bensínabílinn, Hannes er að koma yfir ráslínuna. Hvar verður Ársæll þegar Hannes keyrir framhjá? Hann er ennþá að setja bílinn. Hann er farin af stað núna, hann kemur og fyrir undan. Já, Hannes með dræfið. Ársæll með tóið. Þetta var akkurat rétt tíma hjá honum Ársæll þarna. Heldur betur. Og hann er meira sem með örlítið meira bensín heldur en Hannes, þannig að hann getur pússað jafnvel aðeins meira, en Hannes náttúrulega verður alveg. Núna verður Hannes æstur í að taka fram úr. Við munum örugglega fylgjast með hérna bara slægi það sem eftir er að keppninni til þess að ná fram úr og taka þetta fyrsta sæti, sko. Já, en eins og við tókum eftir í fyrsta stundinu að gallinn fyrir Hannes er að það sem hann er langhraðastur á brautinni, þar er bara roadblock fyrir framan á. Já, þannig að sé, sko, við viljum kannski ekki segja roadblock en fattaru. Það er svo erfitt fyrir hann að nýtast þeirra, leið hann er komið fram úr, hann getur að búið til bíl á þessu stað, en þetta verður eitthvað. Hann er rosalega nálægt núna, maður. Já, alveg bara sentimeter frá honum. Fyrir uttalega, ætlar að ná góð exiti þarna sem hann gerir, en V12. V12 Power hérna, sko, hann er betra exiti en hann Ársæll. Og eftir að það er kannski að breyta PS nicknameðin í hérna, varst ekki með V8? Danni var fáta, fyrir að gera Danni var 12. Þú þarft eiginlega að breyta því Danni var 12 fyrir þetta tímabil. Já, því miður er ekki hægt að breyta PSN-nickinu, sko. Yes. Allan ekki svo ég viti. En þetta er náttúrulega algjört konfekt fyrir okkar áhorfendur að fá Hannes fyrir aftan Ársæll í síðasta stintið. Þetta er bara sem við vildum horfa á, stuðara í stuðara, baráttu fyrsta sætið. Tveir fyrrverandi úrvalsdeilda keppendur að keppa fyrsta sætið í fyrstu deild. Annar þeirra hefur sigrað úrvalsdeildina tvisvar. Hann segir það hérna, hann Mangi Árna, að það er hægt að breyta PSN nicknameinu núna. Já. Það er aldrei að vita. Þetta snittar vel, ekki á Ársæll. Hannes fer aðeins utan í vegg hérna. Virðist ekki tapa mikið á því, sant? Og svona fyrir áhorfendur, þú veist, komandi hringjum, þá getið þið fara að velta fyrir ykkur svona ökumaður dagsins. Eins og staðan er núna, þá myndi ég setja mitt atkvæði á Ársæll. Já, það er erfitt fyrir mig að taka ekki undir það þegar að þegar liðsfélagið minn er að leiða keppnina hérna. Skull okkur aðeins um borð hjá honum Hannes og ekki hérna flat out, keyra fram í 150 skiptinu, bremsa niður, sussa niður í þriðja, mjúkur á bensínið.
Ársæll fer svo til vítt og Hannes Nett með exiti. Wow. Það hann að taka fram úr fyrir fyrstu beygir. Nei. Gott exit hjá honum enga síður aftur. Þetta var tækifæri. Hann hefði kannski átt að taka dýfina hana því að tækifærin ekki dreift hérna eins og frívarningi á fjallinu, það er mest að víst. Já, komin skilaboð í spjallið frá honum Hilmari en hann þurfti bara að hætta vegna heilsu. Þannig að við óskum honum bara góðan bata. Já, láttu þið að batna Hilmar. Það var gaman á meðan að þau stóð. En við höldum áfram að fylgjast með slagnum fyrsta sætið. Hannes núna farin að setja rosalega pressu á sig og hann bara þurfti að bremsa þarna sko, sem að kafli sem maður þarf vanalega ekki að bremsa á sko. Hérna ber að hafa mikla gát, sérstaklega hugð svona nálægt einhverjum öðrum ökumanni komandi niður fjallið. Hérna var hann að vera svolítið seinn á fulla gjöfina hana, en það sérðu Ársæl, hann er miklu betra exiti hana. Töluvert betra exiti sko. Já, hann var aðeins og víður út í beyginu en Hannes. Maður þarf eiginlega, það kemur svona vinstra megin í olnboganum, við getum séð svona hækkun í bláa hérna kantinum. Maður þarf eiginlega að vera komin á gjöfina þar til að ná fullkomnu exiti. Já. En ef bílinn er ekki rétt aðsettur þá getur ekki farið á fulla gjöf eins og við sáum með Hannes og það kostaði hann. Sex hringir eftir. Hann Gunni biður tilnefningar í spjallið fyrir Driver of the Day. Ég ætla náttúrulega að segja Ársæll og Hannes algjörlega. Ég vil svo Jóna er þarna líka. Hann er náttúrulega búinn að keyra hörku fínt reis á Porschinum hérna. Átti rosalega góða tímatöku og já, ég var til í að sjá hérna Hilmar líka bara fá einhver atkvæði fyrir náttúrulega hann á hraðasta hring. Hann er ekki búinn að slá út þá sem eru á toppnum og og að ná því þegar heilsan er eitthvað stríðanum, það er bara hörku vel gert sko. Algjörlega, spurning hvort að einhver sé nokkuð færum að henda Polly upp í gang. Ef ekki þá það er Gunni, þess vegna var hann að biðja þetta. Gunni okkar sér að setja Polly hérna. Já, það er ekkert Polly. Ég er alveg sannfærður það sko. Nei, hann hlýtur að vera að vinna í þessu. Ég treysti á hann. Já, það er nóg eftir. En þá 5,5 hringi eftir að komin slagur hérna milli Hugo og Hilla D upp fjallið. Já, allt að gerast. Hugo kannski hefur á því, ég skal láta vita ef eitthvað breytist stofnum. Algjörlega, þarna er Pollið komið í gang. Það hefur náttúrulega pínu farið fram hjá mann þessi góði akstur hjá Jónægi því að hann hefur ekki þurft að vera í neinni baráttu eiginlega frá byrjun. Hann er bara búinn að vera einn að keyra í þriðja sæti og ekkert að gerast í kringum hann. Þannig að hann fyrirgefur okkur þótt að við séum ekki myndaðurina mikið á honum. En það er hörku barða ennum 5. sætið. Hugo í drafti, ekki nóga nálagt. Passa sig, wow, þurfti að bremsa aðeins og seint og þurfti að sveigja framhjá til að fara ekki aftan á hann. Þetta var... Já. Það var gott catch-up hjá honum, hann stað fyrir að dundra á félaga sinn. Þau eru það allt vinir á brautinu, ekki liðsfélagar að takla sig, en hann allavega sveigði fram hjá honum og það kostaði að hann fór út fyrir og tapaði miklu tíma. Já, vel gert hjá Hugo þarna. Já, það er
það er ekki mjög vinsælt að nota aðra ökumenn til að stoppa sjálfa sig. Nei, alls ekki, sko. Helst ekki. Frekar að fara út úr braut heldur en að keyra aftan á okkur. Það er þá verðt að fara að kíkja á toppinn aftur. Hannes er mjög nálægtur Ássalið fjallið. Hannes lenti aðeins í vegg þarna. En það er bara Hannes, hann tekur alltaf töluvert betri kafla upp fjallið og svo niður líka. Bara, það er enginn þar en Hannes hann upp á fjallinu, það er bara þannig. Já, en það er bara því mjög hvergi hægt að fara en alltaf reyna að taka fram úr, sko. Það er bara málið. Og Astonin stendur fyrir sína á beinakaflanum, það er alveg að sína sig hér. Algjörlega. Það er bara mikilvægt fyrir Hannes að halda pressunni, því að þú veist, mistök hjá Ársæli er svolítið miðinn á fyrsta sætið, því að ef Ársæl gerir bara það sem hann er búinn að vera að gera, neglir sína markera, bremsar á réttu stöðum, staðstur rétt að brautinni, þá er rosalega erfitt fyrir Hannes að fara fram úr. Já, það er verið að biðja onboard á Hannes. Minnsta málið. Þetta er onboard, vil ég kannski frekar third party view fyrir aftan. Er ekki hægt að vera í farþegasætinu á þessu? Það situr ekki farþegasæti á þessum bílum maður, það er vitleisa erfitt. Nei, það getur verið með myndavélar. Ég veit það. Þeir eru sér myndir innan úr kapastusbílum í alveg sem kapastusbíl, þá er ekki með myndavélar maður bara sem er að stýra myndavélar. Þetta er kaflinn sem að Hannes byrjar að vinna tíma á hann. Sjáum við núna 1,3 ár fyrir aftan hann. 1,2, 1,1. Þetta er rosalegt. Komið undir 1 núna. Gerir smá mistökar á Hannes. Náði hann ekki alveg eins vel og hann hefði viljað. Svo þessi kafli. Það er að halda þessu vel, tapar 0,2 þarna á hann. Svo er þessi beygja. Og stingur Ársæll af aftur síðan. Já. Byrði strax byrja að aukast aftur. Það þarf basically að vera í stöðaranum á honum þegar hann kemur niður olnbogann til þess að eiga séns á að nýta draftið. Við erum að detta inn í lokakaflann að það eru 3 hringir eftir og pressan er ekkert að minnka á toppnum. Nei, alls ekki. Sekúnda á milli þeirra. Við erum komin á 28. hring. 3 hringir eftir. Þetta verður bara fram á síðasta hring held ég. Já, algjörlega svo. Hannes er greinilega búinn að vera að spara aðeins bensín. Þeir eru núna með akkurat jafn mikið bensín. Annarkvæmt Hannes sparaði eða Ársæll búinn að vera að pússa, sem er bæði líklegt. Það er eitthvað baráttur aðrar? Nei, það er ekkert. Nei. Ég var að fara yfir þetta. Það er bara ekkert annað að gerast á braut sem er þetta að fylgjast með. Stríkur hérna vegginn hann Ársæll. Þetta verður náttúrulega að væri glæsilegur sigur hjá honum að landa þessu með þessa pressu á sér. 2 heilstinn. Já, það væri náttúrulega alveg geðveikur árangur hjá honum Ássalli. Gott exit hjá Hannes núna.
Já, hann fór aðeins utan í vegg hérna. Smá, ekki nóg bílegur aukast. Það var pínu blekkjandi. Já. Sjónarhorn. Hann svona aðeins sleikti vegginn hérna. Erum við að tala það að Ramrod Racing sé að fara að landa sínum fyrsta sigri á þessu tímabili hér í fyrstu deild? Það er spurning. Það er stóra spurningin. Allan fyrir liðsmennin ég mér er ég mjög ánægður með að sjá það og þetta væri þá 3. pódium í 3 reisum í þessari viku. Það er ekki skömm að því. Aston er svolítið betur að skila sínu á fjallinu. Algjörlega sko. Já, þetta er erfið staða fyrir Hannes City. En hann verður að vera nær. Ársæll er heldur betur að standa fyrir sínu. Hann er ekkert að gera þetta auðvelt, klárlega ekki. Hann bara, eins og staðinn er, þá er hann ekki í nógu nálægt til að reyna framúrakstur. Hann þarf að vera nær honum. Ársæll er heldur betur að keyra vel. Frábær akstur hjá honum. Nú er Davíð Adams að koma inn í pit. Ætla hann sé að fara að eldast við hraðasta hring. Gæti verið. En Ársæll leiðir könnunina okkar ökumann dagsins með 50% atkvæða. Hannes er jafn Hilmari í öðru sæti og Jóna er í því 4. Já, það er sko Ársæll á alveg skilið ökumann dagsins með þennan akstur og þennan árangur. Þarna var Ársæll aftur með töluvert betra exit hérna í næst seinasta skiptið niður fjallið. Já, við erum bara dett í það að fara á síðasta hring. Já. Á milli þeirra, 1 hringur eftir. Við erum að koma í síðustu beygju á 2009. hring. Last lap, ladies and gents. Davíð Adams kominn á softdekkin. Hann ætlar að taka hraðasta hring, það er alveg klárt mál. Hann er með alveg auða braut fyrir framan sig. Það eru 27 sekundur í næsta mann. Þannig að hann er að fara að eignast óvinni hérna sýnst mér á spjallinu. Var hann búinn að taka átlappinn? Nei, hann er að taka átlappinn. Hann er ekki kominn á final lap. Já. Já. 1,2. Það skrikaði Hannes aðeins út í beyginni. Bílið er að aukast. Það lítur vel út fyrir Ársæll. Ætti ekki að landa þessu, hann gerir engin mistök. Hannes smá í vegginn. Sleppur í skemmt. Vá, hvað er hann á honum á þessum kafla hérna? Þetta er rosalegt sko. Litla pressan á Ársæll núna, hann þarf bara að halda þessu í hálfan hringi viðbót, niður fjallið í seinasta sinn. Kemur hérna út, Hannes alveg í skottinu á honum. Ef Ársæll nær góðu exiti hérna, þá er hann kominn með þetta. Þetta er núna besta exit sem Hannes hefur náð. Núna er þetta allt opið. Hannes getur tekið þetta á seinasta hringnum. Þannig er hann nálgast hann í draftinu. Nær hann að vera Ársæll. Hvað gerist? Já. Hann hætti, nei. Hann bauð. Já. Ársæll stóðst ekki í pressuna, hann bremsaði aðeins og seint fór vítt. Hannes nýtti tækifærið, nældi sér innan og tók fyrsta sætið á seinasta hringnum. Þetta er rosalegt. Glæsilegur sigur hjá Hannesi. Þvílík keppni.
Þvílík keppni, Ársæll búinn að leiða þetta meirihlutann af keppninni, Hannes náði fyrsta sætinu á næst seinustu beginni, sigrar þessa keppni, Ársæll í öðru sæti, Jónæir kemur hérna inn í því þriðja, frábær akstur hjá Jónæir líka, Sindri strax eftir honum í fjórða sæti, Hilli er núna á leiðinni hérna inn í fimmta og Hugo kemur hérna að segja að hann er með skemmt á bílum. Já. Og svo þegar Hugo er komið í gegn þá er það Davíð Adams og þá erum við að fara að sjá hvort að hann er að fara að slá út hraðasta hringinn hans Hilmars. Sjáum hérna Davíð Adams koma nær hann hraðasta hring. Ef hann hefur ekki gert mistök, ætti hann að geta náð því. Nei, hann náði því ekki. Hilmar heldur hraðasta hring. Og þá kemur Brynjar Péturs, hann er með smá skemmt hérna líka, en bara einhverja dempara skemmt. Þvílíkt flottur sigur í Hannesi, þvílíkt svekkjandi fyrir Ársæl að hafa ekki náð að halda þessu. Brynjar skreikar hérna aðeins. Svo kemur Gunnar Karels í mark í 9. sæti og Grétar þar á eftir í því 10. Og þannig lýkur þessi keppni. Hilmar er síðan bara inn í pit þar sem að hann þurfti að stíga frá vegna veikinda eða vegna heilsu. Já, þetta var heldur betur kappakstur. Þetta var rosalegur seinasti kafli, sko. Það var eins og hann ætlaði að verja og hætti við, bremsaði seint. Hann hefði kannski átt að verja bara ákveðnara, ég veit það ekki, en allavega þetta var bara akkurat það sem Hannes þurfti, pressa, smá mistök, bara nákvæmlega sem ég sagði fyrir nokkur hringjum síðan, þetta er sennilega mestu líkunar. Ég held ég hendi þeim bara báðum hérna í partysett eftir þetta núna. Algjörlega, bjóddu strákunum í partí, heyrum í þeim. Það er hérna, hvað er Hannes? Hérna er Hannes og Ársæll, hann er hérna. Hendum í smá viðtal. Þetta var svakalegt að sjá, sko. Velkomin Hannes. Sæli, byrjaði þetta. Lækkaði leiknum við það maður. Já. Þessi, var þetta klín? Þetta var rosalegt maður. Og velkomin Ársæll. Takk fyrir. Svekkjandi endir hjá þér Ársæll. Klikkaður endir hjá þér Hannes. Þessi Aston Martin er svo pirrandi. Já, við vorum einmitt að tala það, sko, þú hafði svo mikið hraða á hann upp á fjallinu og meðan hann tók á því á beinuköflunum og fyrir mann, þegar þú ert fyrir aftan hann, þá er þetta náttúrulega kannski ekki staðurinn sem þú vilt vera hraðastur á, af því að það er svo erfitt að fara fram úr hana maður. Bílar eru algjöru andstæðir, sko. Nissan er svo geðveikt yfir fjallið, sko. Það er svo lélegur út úr beigunum. En það sáu við það, þú eltir hann hægri vinstri í fyrsta stintið, kemst fram úr í pitstoppinu og svo svissast það aftur þegar hann kemst fram úr í næsta pitstoppi, þannig að þvílíkt bara það. Ingi, hérna ætla að biðja að henda upp á skjáinn niðurstöðunum. Yes, sirree. Við höfum það í útsendingunni. En hvað segir Ársæll? Var þetta pláss þarna í lokin? Ég var ekki viss, sko. Ég þarf að skoða þetta, ég veit það ekki. Mér er alveg sama. Var snerting? Þetta var styrla reis, sko. Ég heyrði eitthvað skell en ég ætla ekki að gera neitt í því. Það var bara hræðilegt exit þarna. Já. Ég var svo viss um eini staðurinn sem þú myndir reyna að gera eitthvað í síðastu hringnum væri að skjóta þarna inn á í exitinu, sko. Ef ég færi vítt, þá myndir þú bara negla þar inn á. Þannig ég fór ógeðslega innarlega og svo hægt á stað og þú komst þá í slippir, loksins. Ég fann nefnilega, ég bremsaði venjulega stað en þú bremsaði það svo seint. Já. Ég var Maður tók eftir því þegar maður horfði á ykkur koma út úr olnbáðunum að þú varst að leita vítt Ársæll á meðan að Hannes náði dræfinu niður á keislinni og það nálægt að loksins gat slippið talið að einhverju viti því að það er mjög erfitt að nýta slippið fyrir aftan Aston Martin á þessum kafla. Þetta var sturlaður reis hjá okkur, sko. Hann átti jafn mikið skilja að vinna og ég, sko. Þetta var bara
Gjössalega flawless klukkutími. Já. Já, það er ekki oft sem að það er svona slagur alveg til enda bara upp á fyrsta sæti, sko. Já, það var hérna rétt svo hérna byrjun á seinna stundinu. Það var, hvað fór aðeins með 4 sekúndur kannski mest. Annars var þetta bara max 2 sekúndur. Já, það var eins og segir, þetta seinna stint, þetta miðstinti, það svona eiginlega dó svolítið úr reisinu þar. Já, það fekk hann líka frelsið til þess að nýta sér fjallið. Já. Ég heldur betur. En gerði samt mistök. Ef ég hef verið að leiða, þá er hann ekki ná mér. Ég er alltaf ná að búa til bíl. Já. En þetta var og einu marktækjum staðurinn til að mæla bílið var bara yfir startlínuna. Hann skipti hitt engum máli. Já. Það náður samt, það hélst rosalega jafnt bíl á millikar. Þótt að væri flesta hringi að rokka alveg frá sekúndu upp, þú veist, til og frá, en þá svona consistently yfir, þú veist, allt miðjustintið voru að keyra rosalega svipað, en bara, eins og ég segi, það eru mismunandi staðir í brautinni sem að þið voru að græða ákvæm annan, þannig að við vorum alltaf að horfa, hann er á honum, nei, bílið kom eftir í þetta, nei, hann er á honum, bílið kom eftir í þetta. Þetta var alltaf eins. Þetta var svona eins og jójó bara. Algjörlega maður. Maður var hann 1,5 sekúndu eftir á með skynast inn á fjallið, eins og komið skottið á honum hérna niður fjallið. Algjörlega. En já, bara frábær akstur okkur strákar og til hamingju, þetta er það sem við viljum sjá, flotta baráttu og heiðarlega baráttu. Já, ég ætla að vona að þetta hefur verið klín framurastur, annars á hann skilja að vinna þetta, sko. Þetta lúkkaði vel í útsendingunni, en eins og ég segi, maður kannski ekki alveg að marka, við vorum með back view og horfa aftan á bíluna fyrir við sáum þetta gerast, þannig að þið þurfum ekki að skoða þetta. En klálega illur ásendingur hann í gangi, bara racing held ég. Ég tek þig ekkert persónulega þó hann kæri mig. Bara do it ef ég gerði rátt. Nei. Algjörlega. En herru, þetta er bara búið að vera flott kvöld hjá ykkur strákar. Frábær akstur, skemmtileg keppni og síðan er það bara úrvalsdeildin á morgun. Það er á sama tíma. En ef það er eitthvað fleiri sem við segja, þá er þetta tíminn, annars bara köllum við þetta gott hjá okkur í kvöld. Við viljum bara sjá sömu baráttu á morgun úrvalsdeildinni. Er það ekki? Já, ég efast ekki það, sko. Ég ætla að sjá annan ramrótmann vera að keppast fyrsta sætið þar, sko. Þeir eru allir á sama bíl þarna fremstu menn. Já, þeir eru allir á sem pirrandi Aston hana. Hann er líka búinn að ná pódium í öllum keppnunum í þessari viku. Já, algjörlega. Hver er Aston Martin úr? Er eitthvað? Já, ég og svo Björgvin líka í opnudeildinni. Nei, í úrvalsdeildinni. Er eitthvað? Já, úrvals. Já, það er Ási. Ási er á Aston, já, ok. Já. Það verður forðanlega. Algjörlega. Þannig að það verður keppni á morgun líka. Það verður gaman að fylgjast með henni. Já, ekki til. Heldur betur, en ég heldur hvernig þessa útsendingu bara gott í kvöld og takk fyrir aksturinn og takk fyrir samveruna, Danni, og þangað til á morgun, þá bara segjum við verið sæla sinni. Já, takk, bless. Bye bye.